Herði, jæja, þá er komið að því að við erum hérna mætt hérna í næstu lóta 5 sem fjallar um margliður. Ok, áður en við förum í það, skulum aðeins skoða bara hvað við erum búin að gera. Við erum búin að vinna með línur aðeins. Hérna sett ég inn 2 stikur í geogebru. Hérna er hallinn og ég get bara séð hvað gerist þegar ég breyti hallanum. Hérna er hallinn 0, hérna er hallinn plústala og hérna er hallinn mínustala. Hérna er K-ið, það er skurðpunkturinn við auslásinn. En það sem við ætlum að gera núna er að sjá hvernig margliða lítur út. Ok, þá ætlum við að búa til 3 stikur. Einn sem heitir A, einn sem heitir B og einn sem heitir C. Af því að margliða er á þessu hérna formi, sem þið sjá hérna beint fyrir miðjunni. F af x er sama sem ax í öðru pluss bx pluss c. Það sem heita a, b og c er ykkur fastar. Þetta er bara einhverjar tölur. Það er eins og þýr. Þannig við setjum upp hann þessar stikur og við getum fikta með þessar stikur, þessar tölur a, b, c og sé hvað gerist. Þannig komum þessar stikur a, b, c. Hérna skrifa bara f af x er sama sem ax í öðru pluss bx pluss c. Nú, þegar ég gerði hérna annaveldi, þá gerði ég svona hatt. Og ég búið til hérna hatt á minni PC-tölum með því að halda Ctrl Alt inni og íta takkan hliðin á I, síðan space. Þá kemur þetta. Ef þið ekki finna hvernig þið gerir hérna hatt, þá gerir þið bara A sinnum X sinnum X. Þetta er að sama AX í öðru. Plus BX plus C. Ok. Þannig hérna er ég komið með þessa margliðu. Hérna ef ég breyti A-inu, þetta er það sem er fyrir framan X í öðru. Þá sjáum við hvernig lögunin á þessum fleygboga breytist. Þannig að jafna fyrir margliðu mun alltaf vera í formi sem fleygbogi. Þetta er fleygbogi. Það er svona bogin lína. Það er svona bogi, já. Hérna er að breyta þessu B. Og hérna er að breyta þessu C. Og því er þess að opna geogebruskjal, setja inn þessar stikur og aðeins fikta með þetta, átta ykkur á hvernig þetta virkar. Og síðan er því að skilin geogebruskjalinu hérna í dæmi 5a1. Skilinast geogebruskjalinu inn á kennslukerfið. Hlekkurinn fyrir það er komin inn. Þannig að kíkja á það. Síðan inn í framhaldinu að þá kemur hérna að finna fallgildin. Og þetta erum við búin að gera. Einu munurinn núna er að við erum með eitthvað x í öðru. Það er einu munurinn. En það sem þið verðið að passa ykkur á er hvernig notið þessa mínustölur. Þannig að tökum við þannig dæmi aðeins fyrir x í öðru pluss 2x. Fyrir maður þessu upp hérna. Og við ætlum að finna f af mínus 2 eða mínus 3. Ok, þetta verður sama og mínus 3 í öðru veldi og það er mjög mikilvægt krakkar. Það er aðeins að bæta hana þristinu hér. Svona, þessi mínus 3 verður að vera svíi utanum. Það verður að vera þessi hérna svíi. Það er mjög mikilvægt. Ok, þannig að hérna kemur sinnum plus 2 sinnum mínus 3. Ok, þannig að hérna verður mínus 3 í öðru veldi, það þýðir mínus 3 sinnum mínus 3, þetta verður 9 og þetta verður mínus 6. Þetta er sama sem 3. Ok, þá erum við búin að kíkja þess á það, þannig að passi ykkur á þegar þeir hérna mínus 2. 5a4, við ætlum að sleppa því. Og 5a5, við ætlum líka að sleppa því. Sleppa þessu. Hérna síðan næstu dæmi, 5a6, 7, 8, 9 og 10. Þetta er allt meira minna teiknaferlana. Ok. Og þeir að gera gildistöflu og út frá gildistöflunni setja inn einhverja punkta. Og
og gildistaflan hún lítur sem sagt, gildistaflan lítur svona út, þú ert með x hérna og sér ertu með f af x. Og þetta x hérna byrjar oft fínt að vera bara í -4 og síðan farið einhverja tölu hérna 6 og gerir -3 og fyrir einhverja tölu og gerir -2, -1, 0 og svo framvegis og þú fær alltaf einhverja tölur og síðan fer maður hérna í línuritið okkar og við bara sjáum hérna, ok, fyrsti punkturinn þá er x -4 og f af x er saman sem 6. Það þýðir að ég er með punkt hérna, ok, -3, 5, það þýðir að ég er með punkt hérna, ok, þannig ég teiknu upp hérna punkta, ok, og segjum sem svo, zooma inn ákveðlega inn á þetta, segjum sem svo að línurit líti einhvern veginn svona út. Svona. Þú erum að gera gildistöflu, þú setur þessa punkta og nú ætla að teikna ferilinn. Og því að fleygbogi er bogin lína, þá verður að passa ykkur því, þá er ekki að gera beina línur milli þessa punkta. Þannig að þetta hérna verður vitlaust. Gera svona, svona og svona. Svo ég er að teikna hérna beina línur, það er ekki rétt. Heldur eins og þetta er ekki rétt. Þetta verður að vera mjúkur svona feril, mjúk lína. Þannig að maður þarf að vanda sig svolítið. Og ég kannski ekki alveg standa með alveg nógu vel í því, ég er svolítið erfitt með hennar penna sem ég er með. En það á að vera svona mjúkur ferill. Þetta er ekki að vera beina línur á milli punktana. Þetta er svona mjúk lína. Þannig að passa ykkur því þegar ég farið að vinna með þessi dæmi. Ég er ekki að standa mig sérstaklega vel í því. Það er svolítið erfitt með hennar penna sem ég er að nota. En reyna að vanda ykkur hérna við það.